Leiðin í Austurstræti snarast létt og strauga skónum með bros á vör og tyggigúmmí í munninum. Ég labba og horfa á liðið sem þar í hópum frá Lassarónum upp í snobbaða kettlingar. Austurstræti, ís og læti. Það var nú eiginlega hérna sem þetta byrjaði allt saman. Þetta er Miðey í Austurlandeyjum og hérna byggu afi og amma. Áður en sem sagt afi og amma fluttu hingað í Miðey að þá byggu þau á Tjörnum. Eða sem sagt þar byrjaði afi sem svona hvað á ég að segja, svona vinnumaður hjá Ekkju og endaði með því að þau fóru að búa saman og pabbi varð til þar og svo seinna meir þegar hann var svona unglingur að þá réð mamma sig sem svona vinnukona, 17 ára gömul þarna á bæinn, Tjarnir sem er hérna lengst niður frá niður við Markafljót. Og þar kynntust þau og urðu ástfangin og þá byrjuðu lætin. Þá urðu við til, þar var Halli bróðir til og síðan fluttust þau þá náttúrulega þá til Hafnarfjarðar. Bjuggu þar í einhver ár og þar varð ég til þarna á nönnustínum. En þegar ég var 30 ára gamall þá skildu þau út af einhverju, fólk skilur alltaf út af einhverju en ég veit ekki hvað gerðist hjá þeim. Og þannig að pabbi flyst aftur hingað austur í sveit. Pabbi smíðaði svo þetta hús. Það var gamalt hús þarna, bara með moldargólfi og allt en svo seinna þegar pabbi var náttúrulega búinn að læra smíði og svona að þá smíðaði hann þetta hús og hérna lærði maður sem sagt að vinna. Þannig að ég hef oft hugsaði hvað hefði orðið úr mér ef ég þurfti að vera í Hafnarfirði á mölinni allt sumarið og öll sumur sko. Það er ekkert orðið úr mér en hérna fæk maður að koma til ömmu og afa og lærði að vinna, lærði handtökin og maður fekk eitthvað verkefni og maður átti bara að klára það og bara finna út úr því sjálfur. Svo seinna meir þegar maður var stærri þá lærði maður á traktorinn, fór að vinna á honum og ég man það eitt sumari sá ég bara aleinn bara allan heyskapinn. Sló túnið á traktornum, tók saman heyið og allt. 12 ára gamall. Hérna er það. Þannig að þegar ég var 30 ára þá skildi mamma og pabbi og mamma var að reyna að basla með okkur 2 litlu strákana þarna og greinilegt að hún sá mjög á eftir pappa þannig að hún var aðeins farin að líta í glasið svona, fá sér. Það var ekki nógu gott þannig að hún misti svolítið úr vinnu og svona en þetta var basl og svona en samt hafði hún þetta af og við vorum hann í góðum höndum líka hjá afa og ömmu og svona. Ég var þarna lítill, ég var svo mikill mömmustrákur af því að ég átti engan pabba og hékk alltaf í pilsfaldinum á henni. Ég var svo hræddur að hún færi kannski líka bara eins og pabbi þannig að það myndi skilja mig bara einan eftir einhvers staðar. En hérna, og svo man ég að það var mjög erfitt fyrir mig að vera pappalaus. Krakkarnir hérna í hverfinu í Hafnarfirði, ég var alltaf að segja, hvað átti engan pappa eða hvað? Ég hélt þannig og ég sagði pabbi það bara svo mikið að gera hjá hann pabba, hann er að vinna upp í sveit og hann er að smíða öll húsin í sveitinni og svo á hann alveg fullt af hestum og svona og alveg rosalega mikið að gera hjá honum og hann er ofboðslega sterkur, hann getur haldið á hestunum, ég varð að gera eitthvað rosalega mikið úr honum en hérna, en svona var þetta var svolítið erfitt svona í æskunni en eins og ég segi, seinna meir þá náði ég nú að kynnast pappa svona áður en svona þokkanlega áður en að dó. Nú, við erum stödd hérna á Nönnustígnum í Hafnarfirði. Hér fæddist ég í þessu húsi hérna, Nönnustíg 13 í kjallaranum. Það sem við byggum ég og mamma og Hemmi bróðir. Upp á lofti var amma og afi. Nú
hérna á þessari götu lekum við okkur á veturnar. Svo sér, hérna renndi maður sér á sleðum. Hérna er einhverjir, alveg á fleygiferð og keyrið á hvað sem fyrir var. Nú, það var mikið fjör hérna. Og þessari götu bjó frændi minn, bróðir mömmu og hérna æskuvinur minn, Rúnar Sigursteinsson, Rúnsi vinur minn. Hann bjó hérna í götunni líka. Nú og hérna í þessu húsi hérna var hún Sigga sem við krakkarnir vorum alveg skíthræddir við. Ef við vorum í boltaleik og boltinn fór inn í garð, þá var bara spurning hver var hugrakastur að fara inn í garð til þess að ná í boltan. Við héldum að hún myndi sko koma og taka okkur og bara læsa okkur inni eða eitthvað. Það var gífurleg hræðsla við þessa konu. Svo var þetta meinleysisgreyp bara, kona, þetta var bara eitthvað sem bjó þessa sögu til. Nú og svo bara hérna á þessu horni hérna, hornin á Nönnustíg, Norðurbraut, hérna voru bara leikvöllurinn okkar og hérna bak við hús, Gjótunni, þar og svo var náttúrulega Hraunið, sem var nú aðal leiksvæðið okkar strákana. Þetta var skemmtilegu tími. Nú kíkja hérna betur á þetta. Nú, hérna var inngangurinn þegar ég bjó hérna. Hérna voru tröppur upp og hérna voru dyrnar uppi. Og svo var kartöflugeymsla hérna og hérna löpum við inn í kjallarann. Nú, svo var Gjótan hérna. Afi gamli, hann var með hænsnakofa hérna. Fullt af hænum. Og hérna upp á var flaggstöng og þarna voru við krakkarnir við bræðurnir og fleiri með dúfnakofa. Hér var mikið fjör oft saman hérna í Gjótunni, sem við kallum hana. Og hérna í klettunum, hérna var hlaupið hérna maður í bóaleik og svona Tassan og Rói. Þeir voru hérna í klettunum allt. Frábæri tímar. Já, hérna á horninu á Nönnustíg og Norðurbrautar, hérna var svona aðal leikvöllurinn sem hjá okkur krökkunum. Hérna var skilti og það var alltaf notað þegar fólk var í lögguleik. Þá var þetta fangelsið. Nú, þessu húsi hérna bjó Jói Villa, en seinna meir keypti Magnús Kjartarsson, hljómlistarmaður, þetta hús, nýfluttur aftur í burtu. Nú, og hérna bara, þetta hús hérna, Dalsmynni, þar bjó Gústi Húbert, hérna, sem var nú formaður golfklúbbsins Keilis árabil. Hann var þarna, var ofta að pína mig, hann var aðeins eldri en ég sko. Hérna vorum við í fótbolta og svoleiðis, það var aldrei nein umferð hérna. Það var einu sinni kom bíll hérna og hann keyrði við tærnar á mér. Nú og svo var frændi minn einn, gaman að segja því, maður var alltaf með boga og örvar og svona. Og svo bjó hann til ör með svona nagla framan á, límdi svona og sagði svo öllu krökkunum að fara burtu. Þetta var mummi frændi minn. Svo skaut hann upp í loftið. Æðislega hátt, það bara ætlaði að fara til tunglsins eða eitthvað, ég veit það ekki. Svo biðu allir eftir örinni og hann beið líka. Aldrei kom örinn. Krakkarnir voru farnir að benda á hann. Og hann sagði, hvað er örinn? Og stóð hún upp úr skallanum á honum. Hann fann aldrei fyrir því þegar hún kom. Hún lenti á einhverjum mjúkum stað. Hann var bara heppinn. Svona getur þetta verið með þér. Þetta var frábært. Nú er ég á leiðinni í skólann. Það er haust. Göturnar eru mannlausar. Hérna bjó Jói frændi. Ljósin í búðagluggunum varpa. Þarna var Rúnsi, vinur minn. Hann ætlar að vera að samferða mér í skólann.
Dökklædd vera skýst Blessaður. sem tók hverfur út í myrkrið. Það svart. Hann að störfum. Ég veit ekki, á ég að skrópa? Veit það ekki, ég fara örugglega reiknistími núna maður og ég get ekkert í reikningi. Heyrðu, ég skrópa. Nei, þess. Sá mig. Jæja, ég ger eitthvað til að losna við þetta. Ég veit það ekki, sko. Fyrirgefðu hvað ég kem seint, herra kennari. Verð ég ekki rekinn heim bara? Nú, jæja. Maður fær nú bara smá hroll þegar maður er komið hérna inn í þessa skólastofu. Hún náttúrulega var aðeins öðruvísi, það voru borðar raðir svona. Ég var alltaf á aftasta borðinu og við gluggan náttúrulega. En að byrja náttúrulega þannig að ég átti að fara í skóla og ég neitaði því. Ég fer ekki neitt skóla, ég hef ekkert við það að gera. Þannig ég háttaði mig inn í rúm, bara og ætlaði bara að vera þar. Það dregur mig enginn í skólan. En ég var nú einhvern veginn bara dregin upp og klæddur og mamma fór með mig í skólan, þá var þetta nú í lagi sko. Og svo var bara skólasetning hérna inn í sal og eitthvað og voða mikið og sungið eitthvað eitt lag og ég náttúrulega let ekki heyri í mér. Þetta ég ætlaði hvort þeir ekkert að vera hérna lengur, heldur en bara setninguna og fara svo bara heim og fara út í hraun. Leika mér með vinnum mínum. En þegar skólasetningum var búin, þá voru allir taldir upp, einhver nöfn og ættum að fara inn í þessa stofu. Og ég neitaði því, ég hélt bara í hendina á mömmu og pilsið á henni bara og neitaði að fara og það átti að fara að toga minn, kom einhver ungur kennari og talaði við mig. Ég fór bara að grenja, ég bara brjálaðist, gjörsamlega truflaðist. Þá kemur skólastjórinn sem var þá og hann tekur mig bara í bóndabeyju. Bara tekur mig bara í bóndabeyju, labba með mig hérna niður. Sem sagt, skólastjórinn fer mig inn, skólastjórnstofuna, læsir, setur mig í stólinn bara og byrjar eitthvað að ræða við mig, ég man ekkert hvað það var. Setur svo grammófónsplötu og fón, setur músík og ræðir málið. Og ég sefast eitthvað þarna þegar ég heyri tónlistinni, ég var óa mikið fyrir tónlist. Þannig að þetta var nú svona þokkalegt bara. Það var nú bara ekkert svo leiðilegt í skólanum, bara músík og fínt. Þannig að ég ákveð það að fara inn í bekk með skólastjórunum. Hann kemur með mig hingað inn og ég sest við þetta borð hérna. Og kennarinn kemur með blað og blýant fyrir alla og við höfum að teikna eitthvað. Ég bara sitt og set bara upp svip. Ég ætla ekki að gera neitt. Horfi bara út gluggann. Ger ekki nokkuð skapaðan hlut. En svo náttúrulega, sem ég segi, líða árin og þarna var maður nú ekkert verið að taka maður upp á töflu mikið, maður var bara að lesa eitthvað í bekknum og síðan voru svona lestraræfingar og maður var prófaður í lestri. Þá satt maður við kennaraborðið og einn við skeiðklukku og svo var bara og maður bara las og las. Ég var svona þokkalegur í því, ég maður það, ég var svona í öðru sæti hérna í mínum bekk. En allt annað var bara, þú veist, því þetta fannst mér eitthvað voða gaman að lesa og svona. En svo kom að því þegar maður byrjaði að reikna og eitthvað dótari sko, sem var eitthvað algjörlega ekki á mínu sviði. Sko. Og ég man eftir í fyrst þegar ég var kallaður upp á töflu, því það var mín mesta martröð bara. Það var það að vera kallaður upp á töflu. Ég bara, þú gata ekki, bara bæði feimnin, minnumáttakendin og allt það. Og ég ætlaði ekki að fara að sýna krökkunum hvað ég var í heimskur að reyna að reikna eitthvað dæmi sko. Þannig að þegar kennarinn kallaði á mig þá bara byrjaði maður að hugsa hvað ég gera, maður byrjaði að titra hérna og hann, já Þorvaldur, og hérna, ég stóð maður bara, hugsaði hvað get ég gert og þá allt í hennu kom eitthvað bara og ég
Kennarinn alltaf brjálaðist. Sagði Þóroddur, þú hætta þessum fíflalátum og fara aftur í sætið þitt. Ég fór aftur í sætið. Losnaði við þetta og ég gerði þetta bara mjög oft eftir þetta. Bara alltaf fíflalæti, einhver karakter, það voru reikin í sætið. Þannig bara komst ég í gegnum allt skólakerfið, bara með því að vera einhver annar heldur en ég var. Þannig var þetta, svo maður gerði yfir þetta alltaf. Maður þorði ekki að tala við fólk nema að fara í eitthvað gerfi. Nú ætti ég að fara í 3 bíó. Hvar ert þú? Ég að leita að þér nú. Jæja, það verður að kaupa miða. Ég leita hér og leita þar og út allt og alls staðar. En ég Vera á húninum. Já, þetta bæjarbíó, nú erum við stættir í bæjarbíó, konur í 3 bíó, eins og maður fór alltaf á sunnudögum, skipti engu máli hvaða mynd var, hvort maður var búinn að sjá hann eða ekki, skiptir ekki máli. Það var bara betra ef maður var búinn að sjá hann, vissi maður alveg hvað gerist næst, gat maður sagt Rói til og svona, gat maður sagt Rói, passaðu þig, indjánandi koma hann að hægra minn. Þetta var semst alltaf á sunnudögum, þá byrjaði maður á því að fara á drengjafund í KFUM, hérna upp á Hverfisgötu og það passaði akkurat þegar drengjafundurinn var búinn að þá var svona kortir í 3. Þá hljóp maður hérna niður þeirra alveg, reyna að vera fyrstur, kaupa miða og halda í húninn, sko, vera fyrstur inn, sko, vera á húninum, var númer 1. Og þá var það svona í gamla daga, það voru svona skiptimarkaðar alltaf hérna hjá krökkunum og okkur. Allir komu með hasablöðin sín, Andrésönd og svo hinn dýrari blöðin sem var Superman og Batman og þetta sem voru svona komikblöð. Þau voru helmingi dýrari, sko. Og hérna, þá voru verið að skipta, þú gast fengið, sko, 1 svona Superman blað fyrir kannski 2 eða 3 Andrésblöð ef að þau voru gömul eða eitthvað. Og svo voru menn að prútta eitthvað og þá voru menn sem læt og svona, það var, nei, ég læt ekki þetta og svona, en ég átti nú að lítið af svona blöðum þannig að þess vegna fór ég á drengjafund, það var ekki út af því ég væri svona ofboðslega trúaður eða neitt svoleiðis eða við vinirnir, við fórum annað saman, ég, Rúns og Stebbi, að við fengum svona Jesúmyndir alveg eins og við vildum, svona englamyndir og svona af lærisveinunum og svona. Við tókum alltaf bunka með okkur. Þeir voru svo ánægðir með okkur hérna í KFM. Ég held að við færum núna bæinn og dreifðum þessu og svona boða trúna. En við fórum alltaf beint hérna á skiptimarkaðinn og reyndum að kaupa blöð fyrir þetta. Og hún segði æðislega fallegar englamyndir og við gátum fengið svona kannski 1 Andrésblað, svona kannski rifið eða eitthvað, fyrir 20 englamyndir. Svona, þannig að þetta var, svona við náðum allavega svona smávís, 1 og 1 blað. Þarna kom Jesú okkur til hjálpar. Og svo var náttúrulega bara öskrað og æft, sko, þegar hasarinn, þegar Rói var að elda, það var alveg stappað niður löppunum og flautað. Og miðin var tekin og búið til hérna eitthvað svona blísturs. Þetta var bara háað og lætað allan tíman. Og ef að menn voru búin að sjá myndina 3, 4 sinnum, þá var ennþá meira háað því þá var ekkert verið að fylgjast mikið með. Þurftir ekkert að vita hvað ég voru að segja, en það skilur ekki neitt í þessu. Gast varla lesið textan, hann var yfirleitt danskur texti með þessu. Þegar maður kom úr 3 bíó, að þá var bara leikurinn endurtekinn hérna, Rói að elta ræningjana hérna með alla klettana. Og það kom nú oft fyrir að menn hrundu hérna í klettanum og fengu skurð á ennið. En það hægt að skoða okkur hérna, ég held ég sem við 7-8 hérna ör á enninu eftir hraunið.
Það bara gott, það herði mann. Ég hef svona verið 7 ára gamall þegar mamma rési sem vinnukonu í Skálholt. Þennan sögufræga stað, maður hafði nú heyrt eitthvað um hann svona. Og þetta var voðalega spennandi að fara þarna og þegar við komum þarna, Björn bóndi stannum, ég man nú ekki hvað frúin hét en hann var mjög skemmtilegur kall og honum fannst ég voðalega skemmtilegur því ég var alltaf syngjandi og honum fannst mest gaman að ég satt með honum í jeppanum með á traktornum eitthvað og söng Bjössamjólk úr bílnum fyrir hann svona, ég man vel eftir því, hann lét mig syngja alltaf hverjum degi. Svo var þarna líka svolítið merkilegur hópur af fólki sem kom þarna um sumari og stór hópur undir stjórn Kristjáns Eldjárn, fornleifafræðings þá. Þeir voru þarna að grafa upp gamla kirkjugarðinn og því þeir voru að leita að steinkistu Páls biskups sem hafði verið grafið í svona steinþró og og það var fullt af fólki að grafa þarna og ég var alltaf að þvæla svona í kringu þá í kirkjugarðinu sko. Þannig að ég var orðinn fornleifafræðingur. Þannig að ég var að hjálpa sérstaklega einum manni, ég kom með svona góða litla skóflu svona og var að moka og hann sagði mér sko að það væri allt hirt sem ég myndi finna. Ég myndi finna ykkur glerbrot eða nagla, hvort sem örugglega ryðgáður eða hvað sem Þetta ætti ég að geyma allt saman, þetta væru sko fornmunir. Og ég tók þetta rosalega alvarlega og mér fannst ég fann opaslega mikið af glerbrotum og ykkur nöglum og alls konar drasli. Mér fannst ég vera mjög important sko, þarna á staðnum og hann, ég held að vera þessi sem kallaði mig yfir Þórhall biskup. Því það hafði ykkur tíma verið ykkur Þórhalli biskup og sagði ég örugglega biskup í Skálholti ykkur tíma og var þá Þórhalli biskup. Mér fannst þetta alveg stórmerkilegt. En svo kom þessi stóra stund þegar þeir fundu steinkistuna, voru múin að finna fullt af öðrum kistum, ég man sérstaklega þetta einni kistu sem var lítil, maður var þarna rétt hjá steinkistunni, svona það verið barn og man að það var ennþá húa, hún sást liturinn á henni og blá húa sem barnið hefur verið jarðað með. Svolítið sérstakt, en einhvern veginn hafði hún varfið svona vel. En svo kom að því, þeir voru búin að finna kistuna og þá átti að fara að opna hana og hún var svona klofin í tvennt lokið á henni, þykkt lok og þetta var einhverju helgi, hvort það var sunnudagur eða eitthvað að það streymdi að fólk úr höfuðborginni, ljósmyndarar og blaðamenn og ég veit ekki hvað og einhverjir þingmenn örugglega, þetta var fullt mikið af lakkskóm og það var svona hálfgerð rigning og svað svolítið þannig að lakkskotni voru, ég man svo vel eftir því sko, því ég hafði ekki séð mikið af lakkskóm áður en þeir voru orðnir svona moldugir og svona og svo man eftir því þegar fyrst var minna lokið tekið af að þá bara þú veist byrjaði að rigna alveg svakalega og svo var seinna tekið af að þá var bara skýfall. Og þetta var eitthvað stórmerkilegt að því þetta var eitthvað svoleiðis veður þegar hann var jarðaður, þannig að mér var sagt það. Þannig að mér fannst þetta að vera eitthvað svona töfrar sko. Og þá bara kom eins veður þegar lokið var tekið af og þarna var alveg ofboðsleg rigning og fólk var að hlaupa í skjól og þá var ég aðalmaðurinn. Að því ég tók fólki bara sýndið inn í fjárhús og hinga og þangað maður og stjórnaði þessu. Það var eitthvað fólk þarna úr Hafnarfirði, ég kannaðist aðeins við og svona og þannig að ég var svolítið merkilegur þarna líka þennan dag. Já, að mér fannst að það var þegar heyskapurinn var og opaslega mikið að gera og svona og ég náttúrulega í heyskapnum var svona svolítið vanur, hafði verið líka í sveit hjá AOM og svona og kunni til verka. Og ég var út á túnni, bera ofan og svo kemur mamma allt í einu út á tún og segir við mig, Laddi minn ég þarf að skjótast í bæinn eða til Hafnarfjarðar og hvort að ég ætlaði nokkuð að koma með eða hvort að ég vildi ekki vera bara eftir og svona og í heyskapnum og svona. Ég hélt það nú, ég ætlaði nú ekki að vera einhver lítill kall og ég sagði það brálað að gera hérna sko, bara ég verð bara eftir, bara þú mamma mín bara og svona, það bara nóg að gera hérna og þannig að hún fór og einn vinnumaðurinn
ætlaði skutlinn á traktornum svona fyrir rútuna og ég eitthvað að vinna þarna og horfi svona á traktorinn og mömmu fara upp svona hæðina þarna og það fyrir svona aðeins að fara mig þegar hún komin lengur og lengra burtu þannig að ég farin að og svo þegar hún hverfur yfir hæðina þá bara brast eitthvað innra með mér sko. Það var bara eins og þarna þegar himnarnir opnuðust hjá Steingisunni að það var bara táraflóðið var jafn mikið. Þannig að ég trylltist bara gjörsamlega, bara mamma sko og bara hljóp á eftir og þá kom Bjössi bóndi og tók í hnakkarnar og hendi mig inn í eppan maður og keyrði á fullu. Það var eins og hann væri tilbúinn bara þarna sko og náði svo rútunni sko, mamma var komin í rútuna og allt og komin á staðan, einhvern veginn hafa stoppað rútuna og ég alveg æði hérna inn og ég fangið á mömmu og hún fer með mig aftast í rútuna maður og svo heldur rútan áfram og ég hérna hágrátandi og svo þegar ég búinn að jafna mér svona, eitthvað að nálgast Hveragerði örugglega, að þá segir mamma bara hérna farðu úr skítagallanum, tók upp töskuna og opnaði, þá voru með hrein föt og allt. Hún var alveg viðbúin, hún þekkti sinn dreng, hún vissi að ég kæmi á eftir og með þetta klárt fötin og allt. Þannig að svona var mamma.